Við höfum hér umfjöllun keilusnið á myndbandi, sérlega vegna þess að það er svo aðgengilegt að nota forrit til þess að teikna upp. Og það voru forngrikkir sem skoðuðu sem sagt keilur og skurðferla þeirra sem fengust fram með því að skera þau með láréttum plönum. Hérna sjáum við nokkur, ef við skerum keilu með láréttu plani þá fáum við hringi og ef við höllum því nógu lítið þá fáum við sporbauga og svo ef við höllum því svo litið meira þá fáum við fleygboga og breiðboga. En almennt má skrifa eina jöfnu fyrir allar þessar ferningsjöfnur sem eru kallaðar einu nafni keilusnið, hringir, sporbaugar, fleygbogar og breiðbogar með svona framsetningu. Og við tökum hérna fram að A, B og C er ekki öll 0 í 1. Ef að það væri þá höfðum við bara þessa liði hér sem væri þá bara jafna línu. Og við byrjum á hring og almenn jafna hrings með miðju í einhverjum punkti x0 í 0 og geisla r eða radius r er gefið með þessari hérna jöfnu. Og við skulum smíða jöfnu hrings út frá fjarlægðarformúlunni. Við skulum bara byrja á því að sjá hvernig við fáum fram jöfnu hrings. Fyrst skulum við átta okkur á því hvers slags ferill það er. Við segjum að hringur er mengi allra punkta sem eru í fastri fjarlægð. Skulum segja að það sé R. Frá gefnum punkti. Við kalla það C og gefum hnitinn x0 og y0. Og hvað höfum við? Við höfum einhvern punkt C og hótt er hnitakerfi. Það er það hnitakerfi sem við ætlum að vinna með. Og ef við veljum hérna einhvern punkt sem er í fjarlægðinni R frá þessum punkti C og erum búin að ákveða að gefa honum hnitinn x0 og y0 og þetta er fjarlægðin R. Nú þá vitum við að ef að þetta er hinn almenni punktur á hringnum sem sagt x og y geta hreyfst að þá verður hann uppfylla þessa jöfnu. Hér er mælu x-inn og þetta er hæðin y að þessi vegalengd hérna x mínus x0. Við tökum tölugildi. Við ætlum að leyfa okkur að líta á þetta sem lengd og eins hérna y mínus y0. Ef til dæmis ég hefði teiknað þennan punkt hérna einhvers staðar annar staðar þá var þetta neikvæð stærð. Við ætlum bara að leyfa okkur að gera þetta svona. Líta á þetta sem skamhlið og skamhlíðar í þríhyrningi. Bara það svo höfum hérna. Þess að regla Pýþagórasar segir að x mínus x0 þar sem þetta er hinn hreyfanlegi punktur, það sé gefinn í öðru pluss y mínus y0 í öðru að þetta er þá föst vegalengd í öðruveldi. Og ef við strengjum nú þetta fast og
finnum alla punkta sem að uppfylla þetta skilyrði, þá fáum við einmitt hringferil, eðlilega. Svona. Og þetta skrifi jú venjulega bara svona, x mínus x0 í öðru pluss y mínus y0 í öðru jafnt og r í öðru. Af því að almennt gildir að tölugildi af einhverju tölu a í öðru sama og talan í öðru veldi. Þetta á við af allar rauntölur. Og þegar við höfum jöfnu hrings á þessu formi, þá sjáum við nákvæmlega hvað það liggur. Ef við gefum þetta til dæmis að hringur hefur miðju í punktinum C, skulum bara taka eitthvað á handahófi, punktinum 1,1 og hann hefur geisla eða radíus sem er jafnt og 2. Þá þekkjum við jöfnu hans fullkomlega. Þá séum við x mínus 1 í öðru, y mínus 1 í öðru, er jafnt og a1 í öðru, 2 í öðru. Og við getum hæglega teiknað hann. Skulum við skoða þennan hring sem var lýst svona. Hann hefur miðju í 1,1, þá var það x mínus 1 í öðru pluss y mínus 1 í öðru. Og þetta á að vera 2 í öðru. Og við fáum það þannig hérna hring. Við skulum setja inn punktinn 1,1 svona. Og hringurinn sem var hérna fyrir, hann hefur miðju í hérna 1,-1 og hefur geisla 3. Við startum hér, setjum miðjuna í hann, kallum það þá líka, kallum það punkt D, sé frátökin og 1,-1. Og við skulum hafa þá aðeins fyrir augunum hvernig þessi flokkun er. Hér er almenna keilusniðisjafnan og það segir að a og c er ein og sama talan og b er 0. Þá höfum við jöfnu hrings. Ef að f er ekki of stór þá er átt við jákvæða tala. Við skulum byrja að skoða þetta. Og hér er dæmi 2.8 í fyrirhættanótum. Ef við berum þessa jöfnu sem það er gefin við almenna jöfnu fyrir keilusnið, þá höfum við að a er 1, c er 1, þannig að a og c er sama talan og b er 0. Þannig að hugsanlega getum við smíðað hring úr þessari jöfnu. Já, annarkvort getum við smíðað hring eða þá við fáum jöfnu sem gengur ekki upp. Ef að þessi tala hér er alltaf stór. Þá ná þetta að mynda geisla eða radíus. En til að sjá hvaða hringur þetta er, þá beitum við formúlinu um summuteininga. Nei, summuferninga við þessar reglu hér að a pluss b í öðru er jafnt og a í öðru pluss 2ab pluss b í öðru og að við
skoðum þetta svona. Í staðinn fyrir a skulum við setja x. Nú skulum aðeins að rifja upp hvaðan hún kemur þessi regla. Og að hún heitir summa ferninga. Ef við höfum hér töluna x og x, þá er flatarmálið x í öðru. Við bætum hins vegar b við hér og hér og fáum við nýjan ferning. Og þetta hérna flatarmálið þá bx, hérna líka, grunnlína sinnum hæð og hérna b í öðru. Og nýja flatarmálið er þá x í öðru pluss 2bx pluss b í öðru. Svona hugsuðu grittir þetta allt í rúmmyndum til áður fyrir. Þannig að við byrjum á að taka þessu jöfnu sem við skulum bara merkja og segjum jafna þarna með merkingu. Við ætlum að skrifa hana aðeins á annan hátt. Upp, raða liðum upp. Þannig að við fáum eitthvað sem við þekkjum. Það er að segja almenna jöfnu fyrir hring. Þannig við segjum x í öðru pluss 4x og svo vantar hér eitthvað y í öðru pluss 6i og svo vantar hérna eitthvað. Hér var þristur fyrir og við lögðum hérna eitthvað á skálarnar beggja vegna jafnamerkisins. Og með að rýna í ferningsreglu summu, þá sjáum við alltaf að liðurinn sem okkur vantar, að hann er ekkert annað heldur en helmingurinn af stöðlunni sem stendur við x. Sjáum þetta kannski betur ef við skrifum 2b hér og x og eftir. Talan sem er hér er helmingurinn af 2b í öðru veldi. Og við bætum svo þessu við, helmingurinn af 4 er 2 og setjum að það í annað veldi, helmingurinn af 6 er 3, setjum þá 3 í annað veldi og svo reiknum út úr þessu aðri hlið, við höfum hér 4 og 9. Og þá getum við þáttað, þessi jafna er jafngild því að skrifa x pluss 2. Ef við margföldum upp úr þessu, þá fáum við aftur þetta hérna saman. Og svo pluss y pluss 3 í öðru. Og hér höfum við 13 og draugum 3 frá og fáum 10. Og þá sjáum við hvað fyrirbæri þetta er. Og við getum lýst því bara í orðum. Þetta er þá jafnahring sannarlega, sem við sáum reyndar út frá keilusniðanum. En við vitum meira núna með miðju í, eða bara miðju, mínus 2 og maður mínus 3. Og geisla og rótin af 10. Við getum ju skrifað þetta sem rótin af 10 í öðru veldi. Og við skulum teikna þennan hringinn á GeoGebru. Ég ætla að prófa að skrifa hann inn með upprunalegu formúlunni. X í öðru pluss y í öðru pluss 6x. Það voru það 3x, nei 4x. 4x pluss 6i og svo pluss 3 jafnt á 0. Nú, hún samþykkir þetta ekki. Þetta er eitthvað vitlaust tákn. Svona. Og enter. Og við fáum þá, við fáum þá þennan hring og hvað gerir hún? Hún skrifar hann
á þessu formi sem að við viljum sjá. Ég ætla að setja inn hvað er komið, A, B, C, D, E. Ég ætla að kalla miðpunktinn E. Það var -2, -3. Þannig er hann kominn. Við erum þá búin að átta okkur á fyrsta skilyrðinu, hér sem talað er upp. Að almennt þegar við höfum ferningsjöfnu, að þegar þessar tvær tölur eru eins og þessi er 0, þá fáum við jöfnuhrings. Og skoðum þá næst sporbauginn. Þá fáum við einhverja almenna jöfnu, keilusnisjöfnu, og þá fáum við skilyrðið að B í öðru -4AC, þegar þetta minna er 0, þá fáum við sporbaug. Og það er þá þessi hérna mynd. Séð þetta gott og tökum sporbauginn fyrir lestri.